Erum að setja upp svona heilt stúdíó, sko, hérna. Svo í lokin, og það var komið, ég var að biðja Guð að maður gefa mér orð, bara hvað hugleiðslubæn og ég hafi í lokin á fundinum og þá kom bara strax þakklæti. Já, og bara þakklæti, þess að við ætlum bara að fara saman í hugleiðslubæn og við ætlum bara að þakka Guði og við ætlum að taka bara á móti þakklæti Guðs sem ofboðslega öflugur og heilbrigður og fallegur kraftur og fylla hjarta okkar og sál okkar og huga og tilfinningar og allt líf okkar af þakklæti Guðs. Þannig að ég rosalega spennt fyrir þakklætisbæninni. Þannig að ég hvet ykkur til þess að vera með allan fundinn og síðan að taka svona 10-15 mínútur í svona hugleiðslubæn. Ég er að reyna að festa þetta hérna. Já. Svona. Ok. Ég ætla að íta á. Ok. Þá getum við byrjað eða ekki? Jú. Þá ætlum við að byrja. Já. Drottni, ég legg þessa stund í þínar hendur. Ég bið að tala skýrt inn í líf okkar í Jesú nafni. Amen. Amen. Það sem gerðist á skýrdaginn og dagana þar á undan, ég ætla ekki að tala um föstudag, ég langar bara það sem gerðist á skýrdag og einhverjum dögum þar á undan. Og þetta eru gríðarlega merkileg hlutir. Ég ætla að setja þetta í svona víðara samhengi en ég hef oft heyrt sjálfur. Ég held ég hef bara ekki heyrt þetta sett í svona vítt samhengi sjálfur af því að stundum það svona ákveðin helgi yfir textum Biblíunnar eðlilega. En vandamálið er að þegar við fílterum það sem við lesum í gegnum sko svona helgimyndir, þá sjáum við oft ekki hérna svona það blörrast okkur svona ákveðin veruleiki. Ég ætla að reyna að fara í gegnum þetta. Alla tíð þegar Jesú var í sinni þjónustu, þá forðaðist hann eitt í lengstu lög. Það var að viðurkenna að hann væri Kristur. Kristur er grístorð, Messías er orðið sem gyðingar notuðu og er hebreska. Þýðir það sama eins smurði. Og samkvæmt textum Gamla testamentisins var það þannig að hinn smurði yrði konungur sem myndi ríkja að eilífu. Vandamáli var að gyðingarnir og meira sér lærisveinar Jesú, þeir áttuðu sig ekki á því að áður en Jesús kæmi og gerðist konungur og færi að ríkja og taka völdin og útrýma öllu illu, það myndi hann fyrst deyja fyrir syndir okkar, rísa upp, stíga upp til föðurins og öllum þjóðum yrði boðað fagnarendi og svo myndi hann gera þetta. En þeir héldu, gyðingarnir, að Messías myndi koma og gera þetta á þeirra eigin tíma. Og staðan var sú að þeir voru undir valdi Rómverjana. Rómverjarnir hefur Skatland Rómverja og Rómverjar höfðu öll völd. Og þá var ekkert annað að gera heldur en, og það var svona viðkvæmt pólitískt ástand í landinu, mjög viðkvæmt, eins og allstaðar þegar herseta er. Við sjáum bara hvernig þetta er á svæðum Palestínumanna, það sem er herseta, það verður allt svo ofur viðkvæmt. Og prestastéttin og leiðtogar gyðingar reyndu að halda svona friðinn og passa upp á að það er ekki blóðsúthellingar og það er ekki uppreist gegn Rómverjum sem er alveg vonlaust fyrirbæri og þeir voru á sama tíma að tryggja völd sín og áhrif. Rómverjarnir létu þá í friði að mestu leyti, en ef að Jesús léti vita og segði björum orðum að hann væri Kristur og eftir að hafa gert öll kraftaverki sem hann hefði gert, hafði fólk flykst hann, tekið upp vopn sín og gert uppreist gegn Rómverjum og það hefði þýtt sko bara þjóðarmorð. Það var það sem gerðist 30-40 árum eftir að Jesú dó á krossi. Þá risu gyðingar upp og þá var þeim útrýmt úr landinu mestu leyti. Þeir voru gerðir af þrælum og það voru svo mikið af gyðingum gerðir af þrælum að það var verðfall á þrælamarkaðinu. Og til þess að koma í veg, Jesú var ekki kominn til þess að efna til uppreisnar gegn Rómverjum. Hann var ekki kominn til að yrði blúðsótillingar, hann var ekki kominn til að gerast konungur á jörðinni á þessum tíma.
Það ýmsir textar í Biblíunum endurkomans, en við förum ekki þá núna. Svo meira að segja, þegar hann gekk með lærisveinum sínum, þá sagði þeim ekki að vera Kristur. Hann bara vildi aldrei viðurkenna að væri það. Til þess að koma í veg fyrir blóðsútlingar. Og við skulum setja okkur aðeins í hans spor. Að þó að hann sé Guð, þá var hann líka maður. Þegar hann gekk að jörðu. Og hann var frumbernsku sín í Egyptalandi og foreldrar hans hafa örugglega sagt honum hvers vegna. Sagt honum að hann var í Egyptalandi vegna þess að konungurinn í Ísrael hafi verið að sækjast eftir líf hans og út til að ná í hann þá hefði verið fram í fjöldamorð á öllum börnum í Betlehem, 2 ára og yngri. Hugsaði fyrir litla barnsál að heyra svona fréttir. Út af mér þá fjöldi barna drepni. Og þó að Guð hafi gefið Jesú lækningu frá öllum svona röskunum og hvað þetta nú heitir og Jesú hafi lifað við þetta með hjálp anda Guðs, þá var Jesú líka fullur meðaumkunar og kærleika og þetta var ekki létt fyrir hann að vita að þetta hefði gerst út á honum. Hann var ekki að fara að skapa svona ástand á fullorðinsárum og láta vita að hann væri Kristur. Þangað til einn dag að hann kom með það til Sesaríu Fílippi sem upp á Gólanhæðum og þá lætur hann að vita að hann sé Kristur. Og það var reyndar þannig að það var búið að opinberast til dæmis fyrir Pétur að væri það. Pétur vissi það, þó Jesú hefði aldrei viðurkennt það. Og þegar þeim var búin að opinbera fyrir þeim að hann væri Kristur, þá bannaði þeim, brýndi hann mjög fyrir þeim að tala aldrei það, hver hann væri. Því að það beið annars tíma. En svo gerist það að Jesús að fara til Jerúsalem á páskahátíðina til að deyja fyrir syndir okkar og rísa upp. Og eitt af því sem þurfti að gerast var að Jesú, hann var sagður æðsti presturinn sem fór inn í allra helgasta þegar hann dó á krossi og með blóði sínu þá fórnaði sig fyrir syndir okkar. En þegar að fórn var færð fyrir syndir, þá þurfti æðsti presturinn að gera 2 hluti. Hann þurfti að færa fórnina inn í hinn allra helgasta og það gerði Jesú. Hann var fórnin og hann var líka presturinn sem færði hana. Hann færði sjálfa sig til að deyja á krossi. En annað sem æðsti presturinn þurfti að gera, hann þurfti að taka aðra fórn sem var svona líka hafur, leggja hendur yfir hana og ákæra. Hann ákærði með því að leggja hönd á höfuð hennar. Þetta lesið í 3. Mósebók, 16. kafla. Ég hef ekki tíma til að fara ofan í textan. Hann lagði hönd sína yfir hafurinn og talaði syndir allra Ísraels manna yfir honum. Síðan var farið með hafurinn út í eyðimörkina og það táknaði það þegar Jesús bar burt syndir okkar, eins og Jóhannes skýrari orðaði það. Hann bar það niður til heljar. Og til að Jesú gæti fært fórnir fyrir syndirnar, þá var fórnin að vera fullgild fyrir Guði og hún var það Jesú var syndlaus og það var blóð Jesú. En æðsti presturinn meðal gyðinga, æðsti presturinn samkvæmt lögmálinu, varð að ákæra. Hefði hann ekki gert það, þá væri þetta ekki gilt. Og Jesús ákveður að þvinga gyðinga og leiðtoga til að standa fyrir því að ákæra sig. Og fyrsta sem Jesús gerir, og svo byrjar spennan að magnast. Rétt áður en það gerist, þá reisir Jesú Lasarus upp frá dauðum. Við það kemur tákn sem enginn getur á móti mælt. Dauður rís upp. Það var óþekkt.
og leiðtogarnir vissu ekki sitt rjúkandi ráð og fólkið horfði til Jesú. Bjóstu miklu. Og það segir, og svo gerðist það að Jesús fór aftur til Betaníu, þar sem Lasarus var, til að heimsækja þau 6 dögum fyrir páskahátíðina. Og það segir í Jóhannes 12. Nú frétti allur fjöldi gyðinga að Jesú var í Betaníu og þeir komið þangað. Ekki aðeins hans vegna, heldur líka til að sjá Lasarus sem hann hafði vakið frá dauðum. Heldur bara sjá undrið með eigin augum. Þá ákvaða æðstuprestarnir að taka einnig Lasarus á lífi. Sjáðu örvæntinguna. Sjáðu hvað spennan er orðið mikil. Það þarf að taka saklausa mannalífi vegna þess að hann er lifandi, vegna þess að hann átti ekki geta verið lifandi. Og svo segir því af hverju viltu taka hann lífi, svarið kemur, því vegna Lasarusar sneru margir gyðingar baki við æðstuprestunum og fóru að trúa Jesú. Og spennan magnaðist. Þá ákveður Jesú að fara á páskahátíðina og magna spennuna ennþá meira. Án þess nokkuð tímann að segja þessi Kristur. Því ef hann myndi gera það, þá hefði orðið upptótt fólki til að vopna ráðist gegn Rómverjum og það hefði orðið algjöra blóðsúthellingar. En hann heldur áfram að kynda undir fræðimönnunum, farisíunum, en fyrst og fremst æðstuprestunum. Jesú átti líka mikla vini með farisía. Og hvað gerir Jesú? Lesum aðeins í Jóhannes 12. Degi síðar frétti hinn mikli mannfjöldi sem kom til hátíðarinnar að Jesú var að koma til Jerúsalem. Jesús lætur fréttast að hann er að koma til Jerúsalem. Og þá tekur fólk pálmagreinar og fer á móti honum og hrópaði hósanna, blessaður sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísrael. Spennan var orðin yfirþyrmandi. Fólkið var farið að kalla hann konung Ísrael. Það þýddi það að það mátti ekki mikið út að bera, það myndi Rómverjarnir skerast í leikinn. Og æðstuprestarnir trúði ekki á hann og litu á sig villukennanda, og ef að villukennandi myndi valda því að það hefði bara blóðsúthellingar að læti, þá yrðu þeir að stoppa. Og það var svo viðkvæmt að segja að hann væri konungur Ísrael að það var ekkert hættulegra heldur en þetta. Og þá gerir Jesú enn rosalegri hluti. Það segir, Jesús fann ungan asna og settist á bak honum. Eins og skrifað er, óttast ekki dóttir Síón, konungur þinn kemur og ríður ösnufóla. En það sem að þetta er úr Sakaría 9:9. Það er að spádómur þennan atburð. Hann svona, fagna mjög dóttirin Síón, látum dóttirin Jerúsalem, sjá konungur þinn kemur til þín, réttlátur er hann og sigursæll, lítillátur og ríður asna ungum ösnufóla. Með öðrum orðum, þessi spádómur var gríðarlega þekktur meðal gyðinga á þessum tíma. Og þegar Jesús kemur, er kallaður konungur, ríðandi ösnufóla, þá opnaði Jesú Pandórubox sem aldrei var hægt að loka aftur. Hann byggði upp svo mikla eftirvæntingu að hann væri konungurinn, hann væri Messías og nú tæki Guð ríkið við að það var allt, það titraði allt. Æðstuprestarnir voru loðandi hræddir og þeir voru ekki eins illir eins og margir er alltaf að tala um. Þetta er svolítið misskilningur. Auðvitað voru þeir með öfund. Auðvitað voru þeir með margar neikvæða mannlega tilfinningar. Og hart hjarta. Hart hjarta. Og þeir voru ekki mikið verri en stjórnmálamenn almennt er í dag. Þeir höfðu góðar og vondar tilfinningar. Og Kæfas, hann var líka mjög upptökinn af því að bjarga og kom í veg fyrir það að illa færi. Og ég hef alveg fulla skilning á þeim æðstuprestunum. Þannig kemur ykkur maður, þið trúi ekki á hann og hann gerir hluti sem gæti þýtt
að 100.000 degi. Því Rómverjar gátu verið grimmir. Og svo segir nú vitnaði fólki sem með honum var þegar hann kallaði Lazarus gröfuna vakna frá dauðum for að segja frá þessu kraftaverki. Þannig að það kemur maður sem er búinn að vekja mann frá dauðum, sem er kallaður konungur og uppfyllir spádóm Sakaría. Það að Jesús komi ríðandi á asna var ekki að þegar hann var svo auðmjúkur, auðvitað var hann auðmjúkur. Auðvitað sýndi hann ákveðna auðmýkt. En fyrst og fremst, það var þetta ögrun allra tíma að gera svona lagað þarna. Hann gerði allt vitlaust með þessu. Og það vitnaði fólki sem með honum var þegar hann kallaði Lazarus og gröfuna vakna frá dauðum. Vegna þess fór einnig mannfjöldinn á móti honum þegar menn höfðu heyrt að hann hefði gert þetta tákn. Þá sögðu farísear sínir á milli, þið sjáið að þið ráðið ekki við neitt. Allur heimurinn eltir hann. Og við skulum aðeins sjá hvernig Jesús fór að ná í þennan ösnufóla. Þegar Jesú ákvað að gera þetta með leynd, allt þangað til hann mætti með ösnufóla. Og það er þannig að þegar þeir komni til nálægt borginni, þá sendir hann 2 lærisveina og segir, þetta er í Lúkas 19, farið í þorpið framundan, þegar þið komið þangað munið finna fóla bundinn sem enginn hefur komið á bak. Leysið hann og svo komið þið með hann. Ef einhver spyr ykkur hvers vegna leysið hann, þá svarið svo drottinn þarfnast hans við. Og þetta gerðist. Margir halda að þetta hafi verið eitthvað rosa yfirnáttúrulegt. Að Jesú hafi bara verið með ykkur huggrif og þeir hafi bara dálit þá sem áttu fólann til þess að gera ekki neitt. Það var ekki svoleiðis. Eða það er ekkert sem bent til þess. Þetta er mjög þekkt aðferð þegar að neðanjarhreyfingar starfa, andspyrnurhreyfingar, að það voru svona kódar. Jesú hefur fengið ykkur til að útvega hann á fóla og sá sem útvegaði fólann, hann sagði við það sem átti ég að fara pinni hver hann, en þú mátti ekki spurja neins, það kom bara einhver að sækja. Og til að vera viss að þessi réttir aðilar, þá áttu að spurja þessi spurninga, og ef þetta er svörin, þá gerði ekki neitt. Og það er þannig að Guð fer stundum mannlega leiðir að hlutunum, að því að, ekki mannlegar, heldur sko, lögmál þessa efnisheims eru lögmál sem eru gefin af Guði. Þyngdarlögmálið, tregðulögmálið, alls konar lögmál sem að efnisheimur lútur eru lögmál sem Guð setti. Og Jesús gekk tvisvar á vatni, öll sinnskipti notaði hann bát. Og hann starfar í lögmálið Guðs, bæði lögmál efnisheimsins sem Guð setti og andlegu lögmálin, en það er svo oft þegar við göngum í andlegu lögmálum, þá upphefja þau lögmál efnisheimsins og taka yfir og trompa. Og þannig að og svo þegar andlegu lögmálin eða lögmálin í orkuheiminum rekast á við lögmálin þessum efnislega heimi, þá trompaðu þau lögmálin hér, efnisheiminum. En lögmálin í efnisheiminum eru gefin af Guði. Og einhvern tímann ætlaði djöfullinn að fá Jesú til þess að brjóta lögmál Guðs. Og það var að lögmál efnisheimsins. Hann sagði, farðu upp á kletta, hoppaðu niður, af því að þú er Guðs sonur og Guð bara sendir englan og verndar. En Jesú vissi að hann mátti engin lögmál Guðs brjóta, hvorki efnisheimsins né önnur, og sagði, þú skalt ekki freista drottins Guð þíns. Efnisheimurinn er ekki illur, þó að mannkynið sé fallið og þessi illt í því og andi okkar fallið hann til að endurfæðast. Nú, síðan en svona redduðu þeir sem sagt fólanum með leynd og allt í einu bara án þess að er Jesú komið þeirra fóla og birtist í hlið Jerúsalem og fer inn og heldur innreið sína. Eftir þetta þorðu þeir ekki að handtaka hann af óttaði fólkið. Hann var kominn með, hans var allt fólkið sem var á páskahátíðinni. Enginn þorði að snerta. Og Jesú var alltaf innan fólkið, kom alltaf fram opinberlega og þó þau sætu lífast, þá þorðu þeir ekkert að gera. En þeir ætlaðu að ná honum á kvöldin, en Jesú gat alltaf með leynd komist í burtu frá þeim. Þeir fundu hann aldrei.
Og síðan þegar hann að koma, þá hóf flokkur lærisveina að lofa hann Guð fagnandi raustu fyrir öllu kraftaverk sem þau séð og segja blessaður sé konungurinn sem kemur í nafni Drottins, svo er að vitni Sakaría. Og spennan er orðin gjörsamlega yfirþyrmandi. Nokkrir farísear í mannfjöldanum sögðu við hann, meistari, hastaðu á lærisveina þinna. Og þeir voru ekki að þessu af því að þeim gekk illt til. Þeir voru bara skítrættir að allt færi í voða núna. Og verður bara að biðja kondi vekk fyrir allt blóðsútdellingar. Við erum ofta að lesa þessi guðspjöll það sem gerist páskahátíðinni og skipta munum í góð og vonda. Þetta er ekki alveg svoleiðis, sko. Þeim gekk líka gott til að fá hann til að stoppa þetta. En Jesú, hann var kominn til þess að skapa spennu til að æðsti presturinn myndi að eftir lögmálinu ákæra hann og gera allt sem lögmáli býður þegar honum verið fórnfært. Og Jesús svaraði faríseunum, ég segi ykkur, ef þessi menn þegja, þá munu steinarnir rópa. Hann er að segja, sko, þetta er bara rétt sem það er að segja. Án þess að segja viðurkenna að bera morðum. Þá var Jesús fór síðan daginn eftir í musterið, ég held að það er daginn eftir, og þar voru menn það var sérstök mynt sem þurfti að nota í musterinu til þess að kaupa fórnir. Og það fyrstu daginn langa? Nei, þetta er ekki á skíta, þetta er fyrir skítaginn. Já, þetta er fyrir skíta. Páskahátíðin er 1 vika og hún byrjaði einhver dag, sko, og skítaður er bara inn í miðri páskahátíðinni. Okay. Þannig að þeir hann kemur hann inn í musterið og það er fólk að kaupa dúfur og kindur og fleira sem er notað til að fórna. Svo fenguðu kjöt tilbaka og gáttu nýtt þess, en gáttu fórna fyrir Drottinn. Og þetta kostaði peninga. Og út af því að rómverska myntin var með mynd keisarans, það mátti ekki nota hann í musterinu. Svo musterið bjóð til sérstaka peninga sem voru bara notaði þar, og svo voru víxlari sem skiptu á peningum keisarans yfir í sem bara mynd og yfirskrift keisarans og skiptu yfir í mynd sem átti nota í musterinu. En það sem þeir gerðu, það var að þeir höfðu svo mikið gengismun. Munurinn á kaup og sölugengi var svo mikill að það var hreint okur. Og þeir sem fengu bás og leyfi til að gera þetta hafa örugglega að borga einhverjum undir borðið eða borga einhverjum kommissjón og þetta var algjör spilling. Og svo kemur Jesú og allur mannfjöldinn er og hann hrindir borðinvíxlarana, tekur sauðin og lemur þá þannig að hlaupa niður fjallið. En leið og þarna standa æðstuprestarnir og þeir sem þjóna í musterinu og varðmenn og vopnaði menn. Enginn þorði að gera neitt þegar Jesús ákvað þetta út af mannfjöldunum. Og hann ögraði þeim ennþá meira, hann jók ennþá meira á spennuna. Og þá hugsaði þeir, nú bara látum við Rómverjana ganga frá honum. Hvernig ætlaðu þeir að gera það? Það segir í Lúkas 20. Þeir höfðu gætur á Jesú sem til njósnamenn létust vera einlægir. Þeir áttu að láta hann tala af sér. Svo það mætti framsýlja hann í hendur og vald landstjóra, semst Rómverja. Og hvað gera þessi njósnamenn? Þeir segja, meistari, þetta er mikið smjaður. Við vitum að þú talar og kennir rétt og gera enga mannamun, heldur kennir við Guðs sannleika. Leyfist að gjalda keisarnum skatt eða ekki. Ég ætla ekki að fara út í það okkur gyðingar töldu það fara gegn trúarsamfæringu sinna að borga keisarnum skatt. En aðalástæðan var svo að skattpinningurinn var mynd keisarans og yfirskrift hans. Og það var brot á lögmálinu að gera svoleiðis myndir og það er allt og langt mál að fara út í. En þetta er gríðarlega viðkvæmt mál. En Jesús skynjaði flærð þeirra og sagði, sýni mér denar. Ef að Jesús hefði sagt, það má borga keisaranum skatt, það hefði menn sagt, hann getur ekki konungur gyðinga og spennan hefði minnkað.
og fólkið hérna hafnaði honum. Ef hann hefði sagt þá má ekki borga keisaranum skatt, þá hefði tekið hann, farið með til landstjóra og svo hefði verið dæmdur til dauða fyrir það. En það gekk ekki, vegna þess að það var grundvallaratriði til að kröfum lögmáls séu fullnægt að æðsti presturinn stæði að þessu og enginn annar. Og þá segir hann sýni mér þénar. Og þá spyr hann hvers myndu yfirskrift og nafni skráð á hann. Keisaran, segja þeir. Og þar með viðurkenndu þeir að þeir voru með pening sem að bar myndu yfirskrift keisarans. Og hann þá sagði við þá gjaldi keisarinn það sem keisarans er, Guði það sem Guð sér. Og með þessu sló hann öll vopn úr hendi þeirra og þessi aðgerð mistókst. Og það segir og þetta spenna voru svo mikil að æðstu presturinn og öldungarnir söfnuðust saman í höll æðsta prestsins sem Kaísfas hét. Réðu með sér að handsama Jesú með svikum og taka hann af lífi. Og þeir fundu ekkert á hann, svo þeir þurftu að finna eitthvað svik til að taka hann af lífi. En þeir sögðu ekki á hátíðinni, annars verður uppþot meðal fólksins. Stjórnmálamenn eru svona, þeir passa sig að ofta gera ekki hluti sem þeir gera stundum ranga hluti til að koma í veg fyrir að allt verði vitlaust og eru mjög viðkvæmir fyrir þessu öllu. Þannig en Jesús, þeir afreiðu þessum að reyna að ná honum á nóttu til, það kvöldi þegar fór að dimma og fólki að fara heim. En þá var Jesú alltaf horfinn, þeir náðu honum aldrei. Svo gerist það að 50 dagur rennur upp, skírdagur. Dagur ósýrðu brauðana er slátraskyldi páskalambinu. Og þá sendi Jesú Pétur og Jón og sagði farið og búið til páskamáltíð fyrir okkur. Og þeir sögðu við hann, hvar viltu við búum hann? Aftur í Jesú búinn með leynd að finna húsnæði og gera allt klárt og það vissi að enginn nema hann og svo einhverju sem hann hefði sett, ekki einu svona lærisveinarnir. Svo ekkert fréttist. Og hann segir, þeir eru komin í borgin og mætir ykkur maður sem ber vasker. Það er svona kóti, hann ber vasker. Fylgið honum þangað sem þeir eru bara elda. Og segir við húsráðandann, meistarinn spyr því hvar er herbergið að ég geti neitt páskamáltíðin með lærisveinum mínum og hann sýnir ykkur loftsalmikinn búinn hægjendum, hafið þar viðbúnað. Þeir fóru og fundu allt eins og hafði verið sagt og bjuggu til páskamáltíðir. Bara sáum að taka lambið, byrja að steikja það og gera alla hluti. Þetta var ekkert yfirnáttúrulegt. Jesú hafði bara undirbúið þetta svona, allt með leynd. Og þá komu að svikum Júdasar. Júdas var byrjar að stela úr sjóðunum. Og þegar syndin byrjar þannig, þegar hann tökum á okkur, hún byrjar með litlu. Hún byrjar með einni sígarettu, einu vínglasi. Byrjar með, nú er ekki séð synd að drekka vín, en þegar mann ánýtast, þá byrjar átt í litlu og svo stekkar það. Og hún byrjar með og verður að einhverju sem deyðir og eyðileggur. Og fjárdráttur áður fyrr, það byrjaði hann gjarnan í frímerkjum. Það er ekki reynda svolítið núna, en þá var það þannig að þeir sem hafði tök á, þeir fóru á pósthúsið og keyptu frímerki fyrir vinnuveitanda sinn, tóku svo frímerkin, hlutaði þeim og fór aftur á pósthús og fengu pening í staðinn. Og þá sást ekkert í bókhaldinu neitt fjárdráttur nema hugsanlega að frímerkjakostnaðurinn var ótrúlega hár. En þegar þeir byrjaði í frímerkjunum, þá fóru þeir að fá fleiri hugmyndir, þetta meir í hug. Samviskan slæðist. Júdas var einn af þessum sem fóru læknuðu sjúka, ráku út illa anda. Og hann var smurður af Guði og hann var notaður af Guði. En hann byrjaði einhvern tíma á litlu.
Sjálfsblekkingin hættulegasta lygi veraldarinnar. Það nógu slæmt að ljúga öðru, en þegar við ljúgum okkur sjálfum og blekkjum okkur, þá það ennþá hættulegra fyrir okkur en nokkur önnur lygi. Og svo komumst við á lokum að það stig að lygin tekur svo mikið völdin að við förum að kenna öðrum það sem við gerum. Við förum að sjá aðra sem slæma en ekki okkur sjálfa. Og Júdas var komin lengra og lengra og lengra. Og það segir, og hann fer til hann tekur þátt í því að fela og leynast. Kannski var það þess vegna sem Jesú vildi ekki segja neitt ösnufólann eða hafa þess að lindgjakarlæri sem Júdas mátti frétta neitt af þessu stigi. En allavegana, hann fer til æðstu prestunum og sagði, hvað viljið þið gefa mér fyrir að framsýla ykkur Jesú? Peningin og fégrækin voru búin að ná völdum. Nokkru áður hafði kona notað dýr yrmsmysli til að smyrja Jesú og Júdas sagði að það mátti taka þessi smysl og selja þau og fá peningana fátækum. En svo kemur fram þess að raunverulega vera að hugsa að það geti ég stólið mér í peningum. Og þeir greiða hann 30 silfurpeninga. Upp frá þessu fór Júdas að leita færis að framsýla Jesú. Og nú gengur þetta áfram á skírdag og hátíð páskana gengin í garð og það segir hann vissi að færi burtu og þessum heimild föðurins, hann hafði elskað sína, þá sem í heiminu voru hann elskaði hans yfir lauk. Kvöldmáltíðin stóð yfir, djöfullinn hafði þegar blásið brjóstur Júdasi að svíkja Jesú. Og Jesú átti að deyja á krossi. Og það eru fleiri dæmi, þá það sé efni heila lestur, þá platar Guð stundum djöfullinn til að reka erinda sinna eins og þarna. En sem sagt, og hann byrjar að þvo fætur lærisveina sinna. Lærisveinarnir voru uppfullar af því að nú væri Jesús að taka völdin. Innreiðin í Jerúsalem, vekja upp Lasarus, spennan, fólkið sem endaði fyrir æðstu prestunum, nú væri bara alltaf að vera ske. Og þeir voru hann að ræða það hverjir væri mestir. Jesús sagði sá sem er mestur, hann á að vera minnstur. Þeir voru ekki alveg móttækilegir fyrir því. Þeir hafði fengu mömmu sína til að ræða við Jesú, en þeir mætti ekki vera honum til sitt hvora handar þegar hann yrði konungur. Jesús sagði þetta er flóknara en það. Og þeirra býði eftir ykkur rosalegum hlutum þegar að Jesús fer í hlutverk þess sem er lægst settur í öllum húsum. Það er fæturna, því að maður gengur nú stundum á söndum og stundum berfættir eftir götum, þar sem húsdýrin fóru, þetta er rétt ímyndað ykkur í hvað menn voru að stíga, þar sem húsdýr hvert að fætt frá öðru fara það var nú ekki, menn gengu ekki með plastbók eins og hundunum til að taka allt upp, sko. Og Jesús fór að þvo fæturnar. Pétur segir þetta gengur ekki, þú ert meistarinn. Og Jesús sagði, við erum skyldir að skiptum ef ég fæ ekki að þvo fæturinnar. Hann er að segja, sá sem vil leiða, sá sem á að þjóna, sá sem er mikill, hann á að vera eins og sá minnsti. Þannig leiða á Guðs fólk að leiða. Og hann sendi skýr skilaboð og hann þvoði líka fætur Júdas. Þó við búum að svikraðum við Jesú, þá snýr hann ekki kærleika sín frá okkur. Hann heldur áfram að vera vinur okkar, þó við svíkjum hann, þó við höfnum honum, þó við gerum hann allt í miska. Hann snýr aldrei baki. Hann þvoði fætur Júdasar líka. Og Jesú, hann var mjög mannlegur líka, sko, mikill vinur vina sinna og miklar tilfinningar. Og hann verður rosalega þungt í hjarta. Hann bara á mjög erfitt með sjálfa sig, með geðshræringu. Og svo segir hann sannlega segja ykkur, einn af ykkur mun svíkja mig. Menn líta hver annan og skildi ekki við hvað hann ætti rosalega spenna sem hann býr til. Hann ætti að gera neitt annan að búið spenna allan daginn. Og
Jóhannes sat þarna næstur honum, Pétur spurði hver þetta væri og Jesús fór að spyrja hann þetta. Jesús sagði, það sá sem ég fæ bitar sem í dýfi. Mér sýnist eins og þeir hafi hvíslast á og þeir hafi bara verið á eindæli, hann og Pétur. Þegar Jesús tekur síðan bitann, það er Júdasi. Og Jesús segir, það sem þú gerir, það gerðu skjótt. Og Júdas fer og þeir halda að hann bara að fara að kaupa eitthvað til páskamáltíðina, hann sá fjármálin og eða hann ætti að gefa eitthvað fátækum og hann gekk út og það var nótt. Og Jesús gefur þeim nýtt boðorð og segir að þið elska hver annan eins og ég hef elskað ykkur. Á því mun allir þekkja að þeir eru lærisveinar en þeir bera elsku hvern annars. Og Jesú elskaði þann sem var að svíkja. Hann var vinur þessi sveik. Og það þýðir ekkert fyrir okkur kristna að vera svo uppteknir á ófullkomleika hvers annars að við getum ekki unnið að Guðs ríkinu saman. Það gengur fyrir. Amen. Þýðir ekkert að vera hneykslast hvert árið. Við erum öll með okkar kostu, gallabresti og smurningu Guðs og Guð nota venjulegt fólk. Akkurat. En áfram byrja nú allt, Jesús gerði allt vitlaust þennan dag. Hann ekki sko rangt í þeirri merkingu, heldur hann bara, spenna var svo mikil í kringum hann. Næst segir hann við Pétur. Pétur segir, Jesús, hvert að fara? Þannig að segja, fyrir núna getur ekki fyllt mér það verður seinna. Því að Pétur var ekki að fara að deyja heldur Jesú. Af hverju getur ekki fyllt þér núna, segir Pétur. Pétur var svona ör. Hann var með strax veikina, sko. Þegar Jesú var einhvern tímann á bakkunum, hann vissi þetta verið Jesú og stökkunum og bátnum og syndi. Skildi hinn eftir í bátnum. Hann var alltaf svo ör. Og hann segir, af hverju getur ekki fyllt þér núna? Ég vil leggja líf mitt sölurnar fyrir þig. Jesús segir við hann, áður en nóttin er búin verður búin að afnýta með þrisvar. Hann orðaði þannig að haninn galar, en haninn galar snemma á morgnana. Og nú er komið að síðustu kvöldmáltíðinni, heilari kvöldmáltíðinni. Og hann segir, ég þráði að neita þessara máltíðar. Og hann tekur kaleikinn og segir, hann tekur brauð og brýtur og segir, þetta er líkaminn sem fyrir ykkur er gefinn. Þegar hann er að fara að deyja á krossi. Gerið þetta í mína minningu. Hann tekur kaleikinn og segir, þessi kaleikur er hinn nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir ykkur útdelt. Gamli sáttmálinn verður numinn úr gildi sem lagði okkur faðir. Nýji sáttmálinn er Guð elskar okkur skilyrðislaust. Gamli sáttmálinn sagði, elskar skalt þú Guð. Nýji sáttmálinn segir því svo elskaði Guð heiminn að gaf son sinn. Hann segir líka í Jóhannesarbréfi, kærleikurinn ekki að við elskum Guð, heldur að hann elskaði okkur. Allt annað öðruvísi. Nú, þá komu þeir til Getsemani. Og Jesús segir við lærisveinana, tók með sér Pétur og Jóhannes og Jakob og segir, nú er hryggð og angist, sálfurinn hryggar til dauða, vakið, bíði hér og vakið með mér. Nú þurfti að vini. Nú var hann að koma á aðstæður þar sem allt er að bresta hjá honum sjálfum. Og þá gekk Jesú lítið lengra, féll fram á ásjónu sinni og baðst fyrir faðir minn, ef verða má að þessi kaleikur fari hjá mér, þá má þessi kaleikur fara frá mér, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Hann spyr Guð, er einhver önnur leið? Af hverju var Jesú svona hræddur við að deyja á krossi? Svarið hann var ekkert hræddur við að deyja á krossi. Þegar hann elti gegn líkamann, þá það vissulega hræðilegur hlutur. En þegar maður færi svona þjáningar og nelt, þá byrjar líkaminn að dofna. Og menn lifa á krossi marga klukkutíma, svo eru beinin brotin þegar að deginum er lokið og maður með, eins og Jesú með Guðs anda, með heilbrigt hugarfar, hann hafði ekkert óttast að deyja á krossi. Það var annað meira að gerast.
Jesús segir, talar ekki krossin, hann talar kaleikinn. Hvað var í þessum kaleik sem Jesús þurfti að bergja af? Jesús ekki skapaður af Guði, hann er sonur Guðs frá eilífð, alltaf verið til, hann eilífur. Og hann kallaður í Biblíunni lambið sem slátrað var frá grundvöllum veraldar. Jesús deyr og hann ber syndir okkar á stað þar sem að tíminn ekki til. Þar sem hann tekur á sig syndir allra fortíðar, nútíðar og framtíðar. Þú getur tekið allar þjáningar sem þú hefur upplifað í lífinu og þá veistu að Jesús hefur upplifað þær í botn. Skiptir ekki máli hvort höfnun, biturleiki, ótti, hvað sem það er. Biblían segir hann var gerður að synda okkar vegna. Allar þjáningar og afleiðingar syndar, bæði sem við höfum dríkt eða er gert gegn okkur, þurfti Jesús upplifið botn. Það er ekki til nein tegund þjáningar sem nokkur maður hefur upplifað sem Jesús hafði ekki upplifið botn utan allra tíma. Og Jesús vissi að þetta var að fara að gerast. Og hann var líka sannur maður. Og þetta var, hann þarna loksins bugaðist það upp á ákveðinn hátt, já. Og hann bara biðst fyrir sig, Faðir, eitthvað möguleiki að skali bara frá hjá mér. En segir þá ekki sem ég vil heldur sem þú vilt. Hann kemur tilbaka og hann lærir sem eru sofandi. Og hann segir, gátu ekki vaka með meira en stund, þetta var rosalega sárt fyrir hann. Við þekkjum þennan sársauka þegar að við stöndum í einhverju og þeir sem er kringum okkur standi ekki með okkur. En þegar við skoðum fleiri guðspjöll þá kemur í ljós að hann vakti það oftar en einu sinni og Guð þurfti að senda engla til að hugga hann. Af því að mennirnir klikkuðu. Vinir hans klikkuðu. Og hann segir, vakið og biðjið svo falli ekki fristni andinn reiðbúinn holdið eða veikt. Og þetta gerðist þrisvar þegar við sofnuðum. Og svo segir hann stundin er runnin upp, ég er framseldur í hendur syndugra manna, standið upp fyrir sáinn í nánd sem svíkur. Og svo kemur Jódas. Og þá Jesús vissi að hann er í svikinn, það voru hann rosalega brugðið að Jódas hefði sagt við æðstuprestan og varðmennina og hermennina sem kom með þeim, sá sem ég kissi er sá sem þið að taka. Það er þetta myrkur, það er þetta ekki rafmagn, þeir eru bara inn í olíufjallinu, í Getsemanni garðinum og það var bara alveg Jesús var alveg búinn eftir þessa bæn, fullur angistar þegar að vinur hans kemur og ákveður að svíkja með koss. Það fekk svakalega á hann. Og svo er heilmikið sem gerðist þarna sem ekki tími til að fara í, nema að Pétur afneitar honum þrisvar, áður en hann var búinn að kalla tvisvar og gyðingarnir voru náða handtakan en þeir máttu ekki samkvæmt rómversku lögum taka neinn að lífi, svo eru það að fara með allir land rómversks höfðingja. Og þá, en andi Guðs, nú kemur það skrýtna, var yfir Kæfasi. Kæfas var hinn smurði drottins, æðsti presturinn. Og andi Guðs hafði sett inn í hjarta Kæfasar, ekki djöfullinn, að það væri betra, og hann talaði út og sagði, það verður betra að einn maður degi heldur en allir farist. Kæfas hafði í huga að Rómverjar myndi drepa alla ef Jesús ekki deyndur. Það yrði bara deyðan til þess að bjarga fólki frá algjöru uppreisn. En samt var hann hrúinn anda Guðs og Biblían segir að berum orðum.
Hann talaði þetta spámannlega. Smurðara Guði, þá reynir hann að finna sök á Jesú. Af hverju? Æðsti presturinn þurfti að tala yfir saklausu dýri syndir annarra. Og æðsti presturinn sem til að Jesú þið rétt fór fætt, þá var hann að saka Jesú það sem hann hefði ekki gert. Og talaði yfir hann. Þetta var algjörlega til lögmáli Guðs sem Móse hefði sett. En þetta var alltaf klúðrast. Vitni komu og báru sækir upp á Jesú, þeir bar ekki saman, þetta var allt þvers og kruss. Þannig að réttarhöldin voru að leysast upp. Og ég ber virðingu fyrir þeim að þegar vitnin út og suður, að þá sáu þeir að þetta gengi ekki. Að maður sér ég til íslenska dómstóla, sko, með dóma þar sem að dómar þykja sér gegnum holt og hæðir og sjá svo bara einhverjum tómum vitleysu. Þeir voru miklu skárri, heldur en íslenski dómstólar stundum eru. En hvað sem því líður, þá varð Jesú að hjálpa Kæfasi. Svo Jesú segir í rauninni berum orðum, en samt ekki, en nógu skýrt, að hann sé konungur. Og þá greið Kæfas gleði sín og sagði, við þurfum ekki vitnin, hann er búinn að játa. Þá fer hann með Jesú til landstjórans og talar yfir honum sök sem Jesú hafði ekki tryggt og það byrjaði rétt í málinu. Það gerðist morguninn eftir og ég ætla ekki að fara út í það því að það til er fórstuði langa og tíminn er búinn sem ég ætlaði mér í þetta. En þetta er svona það sem var að gerast þarna. Þetta er gríðarlega dramatísk saga og sérstaklega þegar hún sett í samhengi við ástandið í landinu. En það sem að er, og ég ætla að taka að lokum, er kjarninn í þessu. Þú getur eignast hlut í því sem Jesús gerði. Jesú dó í þinn stað fyrir allt sem þú gert rangt, fyrir allar þjáningar, allar sjúkdóma, ef þú játar hann sem drottinn í lífiðinu, þá er þessi fórn hans þín. Og þá átt þú eilíft líf með honum alla eilíft, án sjúkdóma, þjáninga, og svo byrjar hann að vinna þetta verkið þér hér á jörðu og fullkomnara þegar hann kemur aftur eða þegar hann fer til hans er döða. Amen. Og nú ætlum við að biðja saman frelsisbæn, þar sem sá sem ekki hefur tekið á móti þessu sem Jesús gerði, getur gert það með því að gera mína bæn að sinni. Kæri Jesús, ég gef þér líf mitt. Ég gef þér líf mitt. Þú ert minn drottinn og Guð. Þú ert minn drottinn og Guð. Ég trúi því að þú hefur dáið fyrir mig og lifir í dag. Ég trúi því að þú hefur dáið fyrir mig og lifir í dag. Hér eftir er þú konungur minn og ég tilheyri þínu ríki. Hér eftir er þú konungur minn og ég tilheyri þínu ríki. Amen. Amen. Þá tekur þú við. Já, takk fyrir þetta. Við ætlum að taka nokkra mínútur í þakklætis, hugleiðslu og bæn. Og ég er ekki búin að skrifa neitt hjá mér en ég fekk bara svo rosalega sterkt frá Guði að leiða þessa hugleiðslu, þessa bæn. Og ég ætla bara að leggja þetta allt í hans hendur og leyfa honum að leiða þetta áfram í gegnum mig. Þannig að við skulum bara koma okkur þægilega fyrir. Þegar þú ert tilbúin, þá máttu bara draga djúpt inn andann. Þegar þú blæst frá, þá finnur að þú ert þegar búin að loka augunum. Að þú ert þegar komin inn í þægilega himneska slökun, afslöpun og ró. Ég ætla að biðja að bara ímynda þér, sjá fyrir þér í huganum nærveru Guðs, ljósið sem að Guð er, svona skært og bjart, stórkostlegt skínandi ljós.
og með einlægt hjarta ætlar að hleypa Guði ennþá lengra inn í hjarta þitt. Bara leyfa þér að opna hjarta gagnvart Guði. Og bara segja Drottinn, ég opna hjarta mitt fyrir þér. Og ég hleypi þér inn í hjarta mitt. Og ég hleypi þér ennþá dýpra inn í hjarta mitt. Ég opna hvern krók og hvern kima í hjarta mínu fyrir þér núna. Og ef það eru einhverjir hlutar eða partar af hjartanu mínu sem eru læstir, að þá aflæsi ég þeim núna og opna fyrir þér og hleypi þér inn, Drottinn. Af því að þú, Jesús, átt hjarta mitt. Af því að þú, Jesús, ert hjarta mitt. Og ég kem til þín, Drottinn, með auðmjúkt hjarta. Og ég bið að fyrirgefa öll þau skipti sem að ég var vanþakklát eða vanþakklátur. Og ég bara afhendi allt vanþakklæti í þínar hendur, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir að þú tekur það frá mér. Af því að þú, Drottinn, ert mitt þakklæti. Í Jesú nafni. Takk, Jesús, fyrir að fylla hjarta mitt, sálina mína, huga minn og líkama minn að þínu þakklæti. Takk, Jesús, fyrir hjálpræðisverkið sem þú vannst á krossinum. Takk, Jesús, fyrir að þú dóst í minn stað. Takk, Jesús, fyrir að þú tókst á þig alla mína sjúkdóma, veikindi, synd og allt myrkrið. Í Jesú nafni þá þakka ég fyrir og ég trúi í hjarta mínu að þú hafi þegar gert þetta fyrir mig. Og ég trúi því í hjarta mínu að verkið sem hún vannst á krossinum er fullkomnað. Og ég þakka þér einlæglega frá dýpstu hjartarótum, Jesús. Þá þakka ég fyrir. Ég þakka þér fyrir að þú varst gerður að fórn til þess að bjarga mér. Ég þakka þér, Drottinn, að þú varst hæddur og smánaður
í minn stað. Og ég þakka þér fyrir Drottinn að þú tókst á þig þjónsmynd vannst verk sem hinir lægstu unnu þrátt fyrir að vera hinn hæsti. Hinn heilagasti, hinn mesti, hinn æðsti. Ég þakka þér fyrir Drottinn að þú lifir í dag og að ég lifi í dag vegna þín. Og ég þakka þér fyrir Drottinn að þú hefur gefið mér líf, þú hefur gefið mér lækningu, þú hefur gefið mér elskuna þína og þú hefur gefið mér allsnægtirnar þínar. Og ég þakka þér fyrir að bikar minn er svo fullur að það flæðir út fyrir og yfir til annarra í kringum mig. Og ég sé þetta fyrir mér núna. Risastóran bikar. Það sem að allsnægtir þínar, Jesús, flæða í bikarinn og yfir brúnirnar og í bikar annara, að því að þú, Jesús, ert miklu meiri nóg. Að því að það sem þú gerðir á krossinum, Jesús, er nóg. Og þín vegna, Drottinn, hef ég nóg. Á ég nóg. Og ég tek við lífinu sem að þú hefur gefið mér, sem er líf í fyllstu gnægð. Og ég þakka þér fyrir. Og ég leyfi þessu yfirflæði sem að kemur frá þér núna að flæða inn í öll sviðin í lífinu mínu. Að flæða inn í hjörtu minna nánustu. Inn í heimili mitt. Alla partana. Og hver einustu hugsun. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú hefur gefið mér hugarfar og trú, þakklætis, auðmýktar og allsnægta.
blessunar. Halleluja. Nú ætlum við bara að eiga kyrrláta stund í faðmi, í ljósi hins hæsta og leyfa Guð að vinna. Leyfa Guði að blessa okkur. Og það eina sem við ætlum að gera á meðan er bara að hugsa takk. Af því að þegar við erum í þakklætis hugafari, þá opnar það flóðgáttir Guðs, allsnægta flóðgáttir inn í líf okkar. Og það eina sem við þurfum að gera er bara að segja takk. Þegar Guð hefur ekki skapað okkur til að lifa í skorti, heldur í allsnægtum. Og þegar Guð segir, farðu þangað, gerðu þetta, legðu netið hér og við förum eftir því, að þá verða netin okkar svo troðfull að það flæðir yfir í alla bátana í kringum okkur. Og það er þetta sem að Guð er að gera í þínu hjarta og í þínu lífi núna. Og þú ert eftir að taka eftir því næstu daga, viku og mánuði og ár að hugsanir þínar og hjarta þitt er fullt og fullar af þakklæti, auðmýkt og allsnægtum. Og þú átt eftir að taka eftir því hvernig blessun Guðs er að sturtast inn í öll svið lífsins. Og þú ætlar að hugsa viljandi og vísvitandi þakklætis hugsanir. Allsnægta hugsanir, þar sem þú finnur fyrir þessu yfirflæði frá Guði inn í þitt líf, hvort sem það er tilfinningalegt, hvort sem það er yfirflæðandi hamingja, fjárhagslegt, yfirflæðandi kærleikur, yfirflæðandi gleði, bara Guð kemur með þetta yfirflæði og fyllir þinn bikar. Og það er nóg af öllu þessu góða og fallega og stórkostlega frá Guði. Fyrir þig, fyrir þitt líf og fyrir þína nánustu og þá sem er í kringu þig. Takk, Jesús. Og Guð segir, ég vil að þú sleppi tökunum á þessari hugsun að þú þurfir að gera allt sjálf eða sjálfur eða einn. Af því að Jesús er þegar búinn að vinna verkið og það er fullkomna. Og það er ekkert sem ég eða þú getum gert til að bæta við það verk.
Og Guð segir að það kemur ávöxtur inn í hjartaðið núna. Og því meira sem þakklæti í hjarta okkar því ríkari verður ávöxturinn. Af því að því meira getum við tekið á móti blessun Guðs. Af því að þakklæti kraftur sem að skapar þærra með okkur. Það kraftur sem að Guð getur unnið í gegnum. Og þú ert eftir að taka eftir því í þínu daglega lífi, þessi hugsunar poppar upp sjálfkrafa. Takk Jesús, takk Jesús. Takk fyrir yfirflæðandi blessun og allsnægtir. Amen.